Lagðar eru inn krónur 150.000 á sparireikning í upphafi hvers árs alls 7 sinnum. Reikningurinn bar 5% vexti per annum. 4 árum eftir síðustu innlögn á að taka út jafnstóra upphæð í upphafi hvers árs alls 5 sinnum. Hve há var hver úttekt? Og hér er vísbending að nota formúlu 2 og formúlu 1. Byrjum á því að framtíðavirða 150 skallinn sem er greiddur inn á reikning í 7 ár í upphafi hvers árs. Setjum inn formúluna nummer 2. Borgaðar inn 150.000 krónur sinnum svigarnir opnast 1 pluss vextirnir, svíin lokar, í veldinu tíminn sem er 7 ár mínus 1 og svíin lokar deilt með vöxtunum sem er 0,05. Þá fæ ég út að framtíðavirðið er 1.221.301 króna og 26796 aurar. Eftir 4 ár, þess að þegar að peningurinn er búin að liggja í 4 ár, þá fæ ég út að upphæðin orðin 1.484.499 krónur og 32433 aurar. Þetta finn ég með því að taka upphæðina sem var lögð inn í 7 ár og var orðin að 1.221.301 króna, 26796 aurar, margfalda það með vöxtunum í 4 ár. Þessi upphæð liggur sem sagt óhreyfð, það er engin viðbót lögð inn á þessa upphæð, þannig hún lúrir í 4 ár á vöxtum og þá verður hún þessi 1.484.499 krónur og 32433 aurar. Þessa upphæð ætla ég svo að deila niður og í næstu 5 ár og taka út jafna upphæð og þá nota ég þessa formúlu hér, formúla fyrir verðmæti einnar greiðslu í jafngreiðsluröð, setin upphæðina sem var komin 1.484.499 krónur og 32433 aurar, margfalda með vöxtunum, deilt með 1 mínus brotið 1 á móti 1 pluss 0,05 og það er í veldinu 5 því að ég ætla að skipta þessu niður í 5 afborganir hver í upphafi hvers árs. Þá fæ ég út að hver upphæð er 342.881 króna og 93175 aurar og þessa upphæð mætti ég námunda.